Já, við ætlum að taka hérna dæmi 6 á lokaprófi stærðfræði 3 haustið 2012 og hér á að leysa uppaskildisverkefni með að nota Laplace-myndun. Ok, hægri hliðin í jafnri minni er hérna fall sem er samfellt af köflum. Það er falli sem er 3 á bilinu 1 til 2 og 0 annars. Og við skulum teikna mynd af þessu falli. Hérna er ég búin að teikna það. Það er alltaf 0 teiknaða. Alltaf 0 nema akkurat á milli 1 og 2 er það 3. Það er akkurat 3 í einum en það er 0 í 2 hérna. Þannig að þess vegna eru opnir og lokaðir punktar. Og við skulum sjá hvernig við getum skrifað þetta með að nota Heaviside-falli. Nú, við vitum að Heaviside-falli að T-1 það er 0 alltaf upp í 1 og svo verður það 1 eftir það. Aftur móti Heaviside-falli að T-2 það er 0 upp í 2 og svo verður það 1 eftir það. Þannig að ef ég dreg þessi 2 fall frá hver aðri, ef ég tek Heaviside-falli að T-1 og dreg Heaviside-falli að T-2 frá, þá alltaf hérna á bilinu 0 upp í 1, það er með 0 mínus 0. Svo akkurat á bilinu milli 1 og 2 það er með 1 mínus 0. Það er sett bara 1. Og svo þegar ég kom upp í 2, sem það sé hér, þá er ég með 1 hérna, en hérna er ég líka með 1, þannig er akkurat komið 0. Þannig að Heaviside-falli að T-1 mínus Heaviside-falli að T-2, það gefur mér fall sem lítur svona út. Nú, svo þarf ég að hækka, vil ég hafa toppurinn minn sé í 3, þá tek ég bara fallið mitt hérna og margfalda með 3. Svo ég bara þetta hérna að sé tala um 3, breytum skalanum aðeins. Ok, svo þurfum við að fara að spá í hvernig Laplace-umforminu af þessu falli er. Það ég segi, ok, ég þarf að fá Laplace-umformina af 3 sinnum Heaviside-falli af T-1 mínus Heaviside-falli af T-2. Við vitum að Laplace-umformin er línuleg, þannig að þristur má fara út fyrir sviga og ég má taka Heaviside lið fyrir lið. Þristurinn verður að vera margfaldað í báða samt. Nú, svo getum við flett upp, skrifa hjá okkur vandarlega hver Laplace-umformin af Heaviside-fallinu er og við fáum að þetta er 3 sinnum e í mínus s deilt með s mínus e í mínus 2s deilt með s. Skrifum þetta svona upp á 1 strik sem svona. Ok, svo tökum við vinstri hliðin í diffröfnum okkar, y2diffrað mínus 3y diffrað pluss 2y. Þannig að vinstri hliðina og við okkur gefum skilurinn y á 0 er 0 og y mert í 0 er 1. Sér svona. Tekum Laplace-umforminu af vinstri hliðina og segjum við Laplace-umforminu af y2diffrað mínus 3 sinnum Laplace-umforminu af y diffrað pluss 2 sinnum Laplace-umforminu af y. Aftur erum við að nýta okkur að Laplace-umforminu er línuleg. Þannig að ég fæ, ok, Laplace-umforminu af y2diffrað það er s í öðru sinnum Laplace-umforminu mínus s með y á 0 mínus y mert í 0 mínus 3 sinnum s sinnum Laplace-umformin mínus y á 0 pluss 2 sinnum Laplace-umformin og svo nýtum við okkur þessi hérna skilyrði þannig að við fáum s í öðru y mínus 1 mínus 3 sinnum s y pluss 0 pluss 2 sinnum y. Sér svona. Þannig að þetta verður stóra y út fyrir sviga, fáum við s í öðru mínus 3s pluss 2 og svo mínus 1 hérna sér, fyrir utan sviga. Ok, setjum þetta saman í jöfnu, vinstri hliðina og hægri hliðina. Þannig að þessi hér jöfna gefur okkur að y sem s í öðru mínus 3s pluss 2 mínus 1 er jafnt og 3 sinnum e í mínus s mínus e í mínus 2s deilt með s, Laplace-umforminu á hægri hliðinni og svo einangra y í jöfnunni og við fáum svo mikið sem 3 á móti s sinnum s í öðru mínus 3s pluss 2 sinnum e í mínus s mínus e í mínus 2s, svo svona. Og ekki glemma þessum hérna pluss þessu svo deilt með þessum, þannig að 1 deilt með s í öðru mínus 3s pluss 2. Sér svona. Ok, þannig að við erum búin að einangra stóra y og nú vantar okkur litla y sem er þá andhverfa
umformun af þessu falli hérna, en áður en við getum tekið annað hver umformu þurfum við að einfalda fallið okkar aðeins, þannig að við stofnbrota liðum þessi hérna tvö fall. Og við fáum, það er eitthvað svo mikið sem e mínus s mínus e mínus 2s sinnum, þá lítur þetta svona út. Og sjáðu, nú erum við með hérna e í mínus s sinnum allir þessi svigi og mínus e í mínus 2s sinnum allir þessi svigi. Við þurfum að grípa í hérna setningur hliðrun í t, sem er þessi hérna andhverfa Laplace-umformun af e í mínus as sinnum f af s. Já, við erum að fara að nota hana í hináttuna afsakið. Nei, þetta er akkurat í rétt átt. Þetta er andhverfa umformun af þessu hérna falli. Við erum með e mínus as, hérna er a okkar 1. Hérna er akkurat rúmandi a okkar 2. Og þetta hér er stóra f af s. Nú, það stendur sem sagt, til þess að komast hérna á milli, þá þarf ég að finna fyrst litla f af t og svo þarf ég að setja það hliðræðin hér og margfelda með h í ta. Þannig að þetta hér a kemur inn hérna. Þannig að það er ágætt að skrifa hjá sig fyrst hver andhverfu umformunar eru af þessu hérna þremur föllum. Ég ætla að gera það. Ég skrifa það bara hérna fyrir neðan. Og svo getum við skrifað lausnina y af t er andhverfa umformunin af stóra y. Og með notkun á þessari setningu hér þá sjáum við að hefisætt fallið af t mínus 1 sinnum þetta hérna hliðræðum 1. Þannig að mínus 3 e í t mínus 1. Plus 3 aðrir e í tvísesnum t mínus 1 plus 3 aðrir plus hefisætt fallið af t mínus 2, þá er ég að segja þessi hérna liður sinnum allir svigin, sinnum fallið þarna hliðræðan 2, þannig að mínus 3 e í t mínus 2, það sem ég ætlaði að segja. Plus 3 aðrir e í tvísesnum t mínus 2 plus 3 aðrir. Og svo plus umformuna þessum hér, en hér er ekki margfaldan með neitt e í einhverju veldi, þannig að það þurfum ekki að hliðra, þetta er bara e í 2t mínus e í t. Þannig að þetta heldur áfram hérna frá næstu línu fyrir ofan. Og þá erum við komið svarið okkar.